Góða kvöldið, ég ætla að taka aðeins fyrir kóngsendurskórnina. Sem sagt, þegar hvítur að leika G3 og biskup G2. Þetta svona stutt vídeó, ég ætla að koma með svona meira stuttum vídeó næstu mánuðum. Bara svona laumur, eins og maður segir, í hinum með þessum afbrigðum. Benda á einhverju hugmyndir. Nú, DSX, hrókering, og það sem ég ætla að fjalla núna hugmynd með hrókur 1.8 og riddari C3 og biskup D7. Það algengara svartu sé með riddar á D7 í koncentrunum í þessum afbrigðum, eða jafnvel C6, en þetta svona ágætis hugmynd til þess að brjóta upp vanan. Og E4 algenguleikur. Nú, biskup F4 kemur auðvitað sterklega til greina hérna og þá myndi ég mæla bara með drang C8. Svartur með einhverja hugmyndir að leika biskup H3, en það nú kannski ekki viðfangsefni að þessu sinni. Hvet menn að skoða það bara, menn og konur. E4, E5, nú D5, staðan verið lokuð. H3 algenguleikur í þessu, tekur G4-ritinn, drang C8, og þetta framhald hérna virðist alveg fullkomlega jafna tablið fyrir svartan. Hérna A6 með hugmynd B5, A4, og hér geti komið til greina að leika dróning E6, hút á E4, F3 til dæmis, H5. Ég ekki með skákvorið eða neitt svolítið saman, en H5 virkar eðligastur á miðin. Kannski riddari D7 sé líka möguleiki. H5, H4, riddari D7, F4 og riddari F6 aftur. Hugsanlega má bara taka á C3 líka og taka svo E4. Það má alveg skoða það. En leikur eins og F4 býr til sem slag með veikingu að ná G4 og E4 hefur verið veikt. Ok, D5. Já, hrókurinn E8 lítur kannski engin út, en á móti kemur að hvítur búin að loka stöðunni og biskupinn á G2, það býtur svolítið í peðin bara. Þannig að já, A5, það planið hjá okkur. Tökum B4-ritinn, erum að fara leika riddari A6, riddari C5. Og svo sé ég með einhverju hérna á biskup G4, ég veit ekki alveg hvers vegna, en riddari A6 og riddari C5 aðalplanið. Nú, B3 hefur telst. Annar leikur riddari 1.1, riddari A6. Og hér hrókur F8 ágætis hugmynd, bara með planur riddari E8 og F5. A3, þá má leika riddari C5, það er bara svona, með hugmyndir riddari E8 og riddari D6. Svo líka bara A4 alveg, það mér sýnist alveg ágætis hugmynd líka. Þetta bara jöfnstaða, F5 að koma og já, svartur alveg með sín færi, drang D7. Já, það skulum baka. Nú B3, riddari A6, hrókur B1. Svona standard leikir, riddari C5, riddari 1.1. Hér koma tvei leikir til greina, semst H5, sem svo kallað mainline, og hrókur F8. Sýni hvernig það teflist. Riddari 1.8, biskup 1.3, F5. Og þetta til dæmis virðist bara vera easy game á svartan. Við höfum alltaf biskup F5 og ég sé raun engi vandamál í svartstöðunni Dróning F6 annar leikur sem var eitthvað aðeins að skoða.
gæti telst eitthvað með svona og rittari G7, hrókurinn fyrir E8, biskupinn á B6 hvítu piðin eru dálítið svona losarleg hérna á B4, B5 og D5 þannig að og A-pið hjá svörtum getur alveg orðið pirrandi í mörgum endtöflum þannig ég myndi halda þetta að veri góð stað á svartan hvað annað já, þannig að þetta reyna einn, þá líka H5 líka möguleiki það reyna að grafa undan hvítum á kóngsvæng hugsanlega H4 svo náttúrulega líka hugmynd oft það líka þetta G4 og svo þetta H6 og F5 segjum til dæmis H4 það þetta G6 G4 en hrókur F8 kemur líka til greina með hugmyndum að reyna að fara að leika F5 setna þetta G4 þetta D3 tekið hrókur F8 hugmyndin F5 F3 þetta fer bara H6 kongur H2 F5 skoða aðeins biskup G5 dróning 1-8 rittarinn hoppar á B5 hrókur C8 sáu sjálfur sér engin vandamál hjá svörtum hér við getum verið að ýmsar hugmyndir að drepa á E4 og síðan kannski rittarinn G4 skák og biskup H6 var að reyna að rosa okkur við svartleita biskupinn nú hvíti gæti leikir í Asju en nú hálf hallarslegt að vera eftir þráleik með hvítu og dróning C8 alveg option ef vilji fara úr þráleik sko og reyna að vinna skákina kannski eitthvað svona verið F7 þessi stað líklega bara nokkuð jöfn sko já, ég held að hrókur 1-8 á biskup D7 þetta svona ágætis laumafrið svona laumastúdera fyrir þá sem tefla konsentrinn og vilja kannski aðeins brjóta upp þessa línu ég þakka fyrir í kvöld